Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Hvað gerir maður ef maður 8 ára íþróttaálfur og fær krabbamein í fótinn og það þarf að fjarlægja megnið af honum? Leggst maður bara niður og gefst upp? Aldeilis ekki. Hilmar Snær Örvarsson, 17 ára skíðakappi, lenti í þessu og núna var hann hann var yngsti Íslendingurinn til að keppa á Ólympíuleikum fatlaðra. Hann Skúli hitt hann upp í Hlíðarfjalli og tók viðtal við hann. Kíkjum á það. Hilmar, þú varst í viðtali hjá okkur 2012, hérna akkurat á þessum slóðum. Já. Þá varstu með þessi skýr markmið í huga. Viltu segja okkur aðeins frá þessum markmiðum? Mér bara datt í huga að segja hérna á Akureyri að mér langaði að fara á Ólympíuleikana og svo hefur það bara verið svolítið skýrt markmið síðan þá og svo fór ég núna á Ólympíuleikana í mars. Hvernig var það að ná þessu markmið? Þetta nú ekkert smá markmið sem þú ert búinn að ná. Já, ég var búinn að stefna á þetta bara 5 árum áður eða eitthvað og svo bara var ég búinn að vinna þessu lengi vel og loksin að þessu. Bara rosa gaman. Hvernig búið að ganga að æfa hérna heima á Akureyri núna? Sko, veðrið ekki alveg upp á sitt besta en þú veist, maður nýtir sína daga og stundum kemur bara frábært veður og þá þetta bara fínt sko. En þið kepptuð eitthvað í gær? Já, við kepptum kvöldmót í gær og tvö svifmót, það var bara fínt. Mér gekk ekki alveg nógu vel í fyrra svifmótinu en seinna var betra. Hvernig undirbýr maður sig undir Ólympíuleikana? Sko, bara koma sér í gott form og bara við erum með hugarástandi alla í réttu standi sko, það alveg málið. Er skíðasportið eitthvað sem þú getur stunda allan á þessi hring á Íslandi eða þarftu ekki að leita eitthvað annað? Jú, sko, það alveg hægt að fara upp á jökla svona hérna á Íslandi en þú veist, í svona keppnisskíðum þá ferðu meira bara til Austurríkis og skíða þar yfir sumarið eða eitthvað hannig. Hvernig það að æfa sig með búnaðinn? Breytist búnaðurinn eitthvað milli ára? Já, þú veist, það eru fullt af reglum þú veist, svona hvernig skíðin eiga að vera og alltaf hægt að breyta til að vera betri hvernig búnaðurinn á að vera sko. En með þjálfun, en nú kannski eitthvað öðruvísi að þjálfa sig upp þegar maður að skíða á einu skíði en ekki 2? Já, það sko samt og svipað sko, það breytir ekki mikið, það bara svona læra á það og kynna sér hvernig maður á að þjálfast erlendis. Já. Nú settur þér markmið hérna síðast, einhver frekari markmið sem þú ert að setja þér í dag? Sko, ég bara stefna á heimsmeistara móti á næsta ári í Sviss og það bara næsta markmið. Þegar við hittumst hérna aftur eftir 6 ár, eins og við erum að hittast hérna núna, Já. Hvernig lítur það út? Sko, þá er ég alveg svolítið eldri og það bara kemur í ljós. Búinn að fara kannski á næstu Ólympíuleika, það markmiðið? Það bara kemur allir ljós og ég lofa engu sko. Hvernig gekk núna síðustu Ólympíuleikum? Ég gekk mjög vel sko og bara ég var mjög sáttur með árangurinn og gerði smá mistök í fyrirferð í sviðinu en annars var þetta bara ótrúlega gott sko og gekk mjög vel. Geturðu lýst aðeins þessari upplifun, þessari umgjörð sem þarna úti? Sko, þetta var bara algjörleg upplifun og þvílíkur mannskapur og bara vinna sem lagt í þetta sko, fáránlegt sko. Margir að horfa alltaf á öllum keppnum? Já, algjörlega sko, bara. Fór einhver með þér út? Já, báðir foreldrarnir mínir og svo 2 þjálfarar, Einar Bjarna og Þórður Georg heita þeir. Hvað voru lengi úti? Við vorum samanlagt í 12 daga og 2 ferðadagar inn í. Skíðasvæði hérna á Akureyri, hvernig myndirðu segja að það væri svona í samanburði við önnur skíðasvæði, bæði á landinu og svo annars staðar þar sem hefur verið að skíða? Sko, skíðasvæði hér mjög fínt með við hérlendis sko, en það allt annað að skíða erlendis. Það er bara, þetta er bara allt innir íþrótt þar. En fínt að byrja hérna heima? Já, algjörlega sko. Bara fínt að læra þetta hérna. Og skíða umhverfið og stemmingin. Nú vorum við inni og
Það voru allir að grínast í þér. Er góð stemming í kringum þetta? Já, stemningin er alltaf best í Íslandi, sko. Þú finnur ekki betri stemning en hér.